Starfsemi húsnæðis- og mannvirkjastofnunar á Sauðárkróki verður efld, nýtt svið stofnað og starfsfólki á Sauðárkróki fjölgar í kjölfarið 8. Húsnæðismál á landsbyggðunum, réttindi barna og mikilvægi þess að hlúð séð að börnum. Ásmundur Einar Daðason, félags- og barnamálaráðherra, gestur í landsbyggðunum. Ásmundur Einar, ég tilkynntir í dag að efla starfsemi húsnæðis- og mannvirkjastofnunar á Sauðárkróki. Þessi efling starfsstöðvarinnar þar, í hverju felst hún? Já, þetta felst í rauninni í því að þegar við vorum að vinna í sameiningu Íbúðalánasjóðs og mannvirkjastofnunar að þá kom upp raddir það að það þyrfti að stórefla slökkvistarf og brunavarnir í landinu. Og menn hefðu áhyggjur af því að undanfarin ár og áratugi hefðu við svona ekki sinnt því hlutverki sem skildi og mér fannst mikilvægt að taka þetta alvarlega og bara sammála því að það mikilvægt sérstaklega gagnvart smærri og meðalstórum slökkviliðum að þar þarf að blása til sóknar. Við fórum síðan í ákveðna vinnu í framhald af þessu við að kortleggja með hvað hætti væri skynsamlegt að gera það og fengum til þess svona utanaðkomandi ráðgjöf. Niðurstaða þeirra vinnu var svo að skynsamlegt væri að setja upp sérstakt brunavarnarsvið innan stofnunarinnar. Þannig að við værum þá með í rauninni 4 svið en ekki 3 eins og í dag. Setja upp sérstakt brunavarnarsvið þar sem að við myndum bæði efla brunaeftirlit, allt sem tengist þjónustu við slökkviliðin og bara svona heildstætt taka betur utan þennan málaflokk. Með þessu móti vorum við auðvitað erum við líka að blása til sóknar. Við erum að þá efla þann hluta starfseminar sem að lítur að þessu og ég hef alltaf verið þeirra skoðunar þegar þú setur upp nýja starfsemi þá eigi hún að vera utan höfuðborgarinnar. Við höfum séð þetta takast vel, bæði, ég þekki það nú bara mínu kjördæmi, ég heimsótti nú Skagaströnd í gær þar sem að atvinnuleysistryggingasjóður og síðan erum við með fæðingarorlofssjóð á Hvammstanga, við erum með þýðingamiðstöð hér á Akureyri meðal annars í þeim húsakynnu sem við erum hérna í þessu viðtali, þannig að þetta er auðvitað með þessum hætti að það væri skynsamlegt að efla þá starfsstöð húsnæðis- og mannvirkjastofnunar sem þegar á Sauðárkróki vegna þess að það hefur verið starfsstöð þar í allangan tíma og það var í rauninni, það sem við vorum að tilkynna í dag, þessa stefnubreitingu, þessa sókn í brunamálunum og að setja þetta nýja svið upp þá innan stofnunarinnar á Sauðárkróki, þannig að við værum þá með tvær deildir þar innan stofnunarinnar og 2 þá áfram á höfuðborgarsvæðinu þar sem að stofnunin hefur líka verið með starfsstöð. Hversu mörg störf eru þetta það bil? Já, við erum að gera fyrir þetta geti kannski orðið 8 störf, 8 stöðugildi sem að þarna fara bara í auglýsingar núna í framhaldinu sem að lúta að ýmsum þáttum sem tengjast þessari auknu áherslu á bruna og slökkvilið og ég á vona því að núna bara næstu vikum að þá verði byrjað að auglýsa eftir fólki í þau störf. Það vinna það bil 20 manns á Sauðárkróki hjá þessari stofnun, þannig að þarna þá greinilega verið að efla stofnunna umtalsvert eða hvað. Já, og þannig erum við raunin að vinna bara eftir þessari hugsun sem að þegar að verið að setja nýja hluti upp, að þá eigum við að reyna að horfa til þess að það sé gert utan höfuðborgarinnar. Og við höfum svo sannarlega séð það núna, ef einhverjur hafi efast að þetta sé mögulegt, að þá höfum við sannarlega séð það núna í COVID, hversu auðvelt það að vera með starfsemi vítt og breitt landið vegna þess að við tókum þetta bara 20 ára skref á einni viku í fjarfundartækni og breyttri hugsun og nálgun í þessum málum. Þannig að það er ánægjulegt að þessi stefnubreiting að við getum gert það þannig að við séum að efla þessa starfsstöð utan höfuðborgarinnar. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, hún var til með sameiningu ríkisstofnana meðal annars brunabótafélagsins. Þessi málaflokkur, sem sagt brunamál, að hafa þessi málaflokkar setið þá á hakanum að einhverju leyti? Já, ég kem auðvitað nýr að þessu þegar að það sem gerist að mannvirkjastofnun flyst yfir til félagsmálaráðuneytisins á þessu kjörtímabili og við fórum þá í vinnu við að skoða möguleika á svona auknu slagkraft í húsnæðis- og mannvirkjamálum og niðurstaðan var það sameina Íbúðalánasjóð og mannvirkjastofnun og ég held að einhver leiti hafi brunamálin svolítið svona verið utangarð skulum við segja, en ég held að það hef ekki verið meðvitað, ég held að það hef bara svona einhvern veginn gerst. Og það það sem við viljum og mig langar til þess að gera að við tökum betur utan þennan málaflokk vegna þess að hann gríðarlega mikilvægur
og við förum svona að efla hann og blása til sóknar og þetta fyrsta skrefið í því og það eru fleiri aðgerðir í þessari vinnu, þessari skýrslu sem að kynnt verður núna í framhaldinu sem að lúta að því hvernig við getum stigið frekari skref í því að efla brunavarnir og slökkvilið allt í kringum landið. En þegar að þið voruð að rýna í þetta allt saman og þegar spurningin kom upp að efla þá starfsstöðuna á Sauðárkróki, voru efasemdaraddir? Nei, ég held þetta snerist í rauninni það að efla brunavarnirnar og efla slökkviliðið og þegar við værum að stíga þetta skref að búa til þessa nýju deild, nýja svið, að þá bara finnst mér bara sjálfsagt að það sé utan höfuðborgarinnar ef að hægt og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun með starfsstöð á Sauðárkróki hefur verið í allangan tíma, það eru allar húsnæðisbætur í landinu greiddar út frá Sauðárkróki, að þá fannst mér bara sjálfsagt að það væri þá í þeirri starfsstöð sem væri utan höfuðborgarinnar, vegna þess að við höfum haft þá, ég hef haft á stefnu, Framsóknarflokkurinn hefur haft á stefnu og ríkisstjórnin hefur líka haft á yfirlýstu stefnu að þegar við erum að setja ný störf á stað að þá eigi þau að vera utan höfuðborgarinnar ef að kostur sé á því. Þessi stofnun, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, hún svona heldur utanum að einhverju leyti að fylgjast með reglugerðum varðandi byggingu nýrra húsa, viðhald og svo framvegis. Byggingaiðnaðurinn, hann hefur kvartað mjög undan þungu regluverki og geri hækki byggingarkostnaðinn. Já, við höfum þetta hefur verið umfjöllunarefni í allangan tíma og ég held að og það búið að taka í það minnsta 2 snúninga á byggingarreglugerðinni til þess að einfaldana vegna þess að það hægt að einfalda ferli bygginga án þess að það komi niður á gæðum. Við settum ákveðna vinnu á stað í tengslu við lífskjarasamningana sem að lúta einmitt á þessu og nú út úr þeirri vinnu hefur síðan komið frumvarpsdrög sem að við erum búin að kynna inn í samráðsgátt og ætlum svo að fara með inn í þingið. Þar erum við að stíga svona svolítið breytingar í hvað varðar byggingarregluverkið. Þar verið að taka í rauninu og flokka niður og skipta byggingum eftir stærð, hversu mikið eftirlit þurfi með viðkomandi byggingu. Það þurfi til dæmis ef að þú ætlar að byggja bílskúr við húsið þitt, þá þurfir þú kannski ekki að fara í gegnum alveg nákvæmlega sama ferli eins og ef að sá sem ætlar að byggja Kárahnjúka þegar virkjun þarf að gera. Það sé einfaldlega eftir því sem að framkvæmdirnar séu minni, einfaldari, að þá þurfur ekki eins mikið eftirlit og þar með eru við að slaka á sérstaklega gagnvart svona einfaldari og smærri framkvæmdum sem að eru auðvitað allmargar og stór hluta þeim framkvæmdir sem eru og ég bind vonir við þetta frumvarp og þessa vinnu vegna þess að ég algjörlega sammála það á að vera hægt að einfalda byggingar regluverkið án þess að það komi niður á gæðum eða öðru því sem að við viljum ekki slaka á. Þú sem þingmaður norðvestur kjördæmis, þú fylgist ágætlega með væntanlega, ferðast kjördæmið. Það nokkuð víða verið að byggja. Það ekki langt síðan það var settur upp nýr lánaflokkur eða hvað sem að auðveldar fólki utan höfuðborgarsvæðisins að byggja á margan hátt. Já, það sem maður hefur orðið var við þegar maður hefur bara í pólitíkinu undanfarin ár, eða þessi ár sem ég hef verið í pólitík, að þá maður orðið var við það hefur verið mjög erfitt að fá fram að það sé byggt í dreifðum byggðum. Ástæðan svo að oft á tíðum byggingakostnaður hærri heldur en markaðsverð, en á sama tíma þá vantar fólk til vinnu, það vantar húsnæði, það vill fólk flytja á staðinn, en það einfaldlega ekkert húsnæði að fá. Og ég einsetti mér það þegar ég settist inn í þetta ráðuneyti að við ætluðum að koma með aðgerðir til þess að breyta þessu, til þess að ná að koma byggingamarkanum á stað út í hinum dreifðu byggðum, til þess að efla atvinnulífið og svo framvegis. Við settum á stað ákveðna undirbúningsvinnu síðan fengum tilraunasveitarfélög til liðs við okkur til þess að þróa svona tækin og tólin sem þyrfti í þessu og það svona þrennt sem að ég held að sé að skipta sköpum í þessu núna. Það í fyrsta lagi þessi lánaflokkur sem þú nefnir, sem lánaflokkur sem hefur heimild til þess að lána út frá byggingarkostnaði en ekki eingöngu út frá markaðsverði. Þannig að ef að greiðslugeta til staðar. Í öðru lagi erum við almenna íbúðakerfið sem svona íbúðakerfi sem að
ríkið kemur með stofnframlög á móti sveitarfélögum til þess að byggja leiguhúsnæði til félaga sem eru rekin svona á félagslegum grunni. Þarna höfum við séð mikið byggt á undanförnum árum en megnið að því hefur verið á höfuðborgarsvæðinu. Það hefur aðeins verið byggt hérna á Akureyri, upp á Akranesi en nánast langstærstur hlutin af þessu hefur verið á höfuðborgarsvæðinu. Og við vorum að gera breytingar sem að gera það verkum að nú geta farið hærri hlutdeild stofnframlaga til hinna dreifðu byggða til þess að vega upp þetta misræmi í byggingakostnað og markaðsverði. Og við erum þegar að byrja að sjá víða farið á stað, ég sé það Sauðárkrókur, Hvammstangi, við erum að sjá að þetta er að hreyfa við á þessum svæðum. Síðan í þriðja lagi, sem að ég held að sé líka mjög mikilvægt, það er að við stofnuðum sérstakt leigufélag sem heitir Bríet og á að fókusera fyrst og síðast á uppbyggingu leiguhúsnæðis á landsbyggðinni. Þarna kópiruðu við bara leigufélag á skandinavískri fyrirmynd, til dæmis í Finnlandi. Í Finnlandi rekur finnska ríkið slíkt leigufélag. Þetta leigufélag á í dag 300 íbúðir og það mun hafa fjárfestingargetu til þess að geta byggt svona 50 til 100 íbúður á ári næstu 3 árin. Með við óbreytta fjárhagsstöðu þess félags. Og hugsunin er að geta farið í samstarfi sveitarfélög á þessum svæðum til þess að byggja leiguhúsnæði og halda uppi virkum leigumarkaði. Og þetta held ég sé gríðarlega mikið byggðamál og við sjáum bara að þessi stóru markaðsdrifnu leigufélög, þau hafa bara ekki áhuga á því að operata utan höfuðborgarsvæðisins. Þau hafa ekki einu svona áhuga á því að fara upp á Akranes og vinna þar eða rétt bara utan höfuðborgarsvæðisins. Þannig að og við erum aðeins að byrja að sjá þetta leigufélag komast á stað, en hinn 2 atriðin eru þegar komast á stað og við sjáum að þetta er að byrja að hreyfa fasteignamarkaðinn út á landi, það er að byrja byggingar og svo framvegis og það var markmiðið og ég bind voni við að við sjáum meira gerast í þessu, vegna þess að það er náttúrulega algjörlega galið að það sé húsnæðisskortur sem sé orðin flöskuhálsinn í því að ungt fólk flytji út á land, ungt fólk prófa að flytja út á land eða það sé sköpuð atvinnu út á landi. Það má ekki vera það sem er flöskuhálsinn og það var það sem ég vildi nálgast í þessu og vonandi heldur þessi bylgja áfram næstu mánuði og ár sko. En er það hugsanlegt að flöskuhálsinn sé þá bankarnir sjálfur sem að þora varla að lána í húsnæðisbyggingar utan höfuðborgarsvæðisins? Já, og það var þess vegna sem við vorum að nálgast þetta með þennan lánaflokk að bankarnir oft á tíðum vilja ekki lána nema bara út frá markaðsverði og skilgreina bara ákveðin svæði sem köld svæði, jafnvel þó að viðkomandi hafi greiðslugetu, jafnvel þó að það sé atvinna hafa, jafnvel þó að fólk vilji flytja þangað, þá er einfaldlega ekki banki sem vill lána þangað og hlutverk húsnæðis- og mannvirkjastofnunar er þessi félagslegi hluti að þegar að markaðurinn leysir ekki hlutina fyrir einstaklinga, hvort sem það er út frá byggðasjónarmiðum eða út frá tekjum viðkomandi einstaklinga eða félagslegri stöðu, að þá á stofnunin að grípa inn og hún hefur tækin og tólin til þess og það sem við vorum að gera var að búa til frekari tæki og tól af því að við stýrum ekki bönkunum þó við gjarnan myndum kannski vilja gera það stundum þegar við erum pirruð yfir einhverju en þá er það ekki hægt og þá erum við með þessa stofnun sem á að geta gripið inn í, á að hafa kraftin og aflið til þess að grípa inn í og sinna þessu félagslega hlutverki sínu og það hef ég lagt áherslu á og að landsbyggðin sé hluti af þessu grunnsjónarmið og grunnhugsun stofnunarinnar. Þú ert barnamálaráðherra líka. Tölum svolítið þann málaflokk, afleiðingar koronaveiru faraldursins. Það eru miklar áhyggjur uppi aukið heimilisofbeldi, ofbeldi gagnvart börnum. Hvað ætlið þið að gera í þessum málum? Sko það sem er náttúrulega í þessum málum er það svo að því miður heimsfaraldrar eins og COVID og þessar lokanir á samfélögum sem við erum búin að vera að gangi í gegnum síðustu vikur og mánuði, þær hafa því miður neikvæðar afleiðingar einmitt gagnvart þessum málaflokki. Það bara hefur reynslan sýnt, það hefur reynslan sýnt frá nágrannalöndum og við sáum það strax í upphafi, bara á fyrstu dögum að tilkynningu til barnaverndar snarfækkaði. Við gripum til ákveðina aðgerða þar sem var svona vitundavakning
til almennings að tilkynna ef að eitthvað slíkt væri, ef að fólk grunaði að barn byggi við ofbeldi eða erfiðar aðstæður, og við sáum að tilkynningarna fóru upp, þannig að ólíkt nágrannalöndum okkar sem við berum okkur saman við, að þá náðum við að halda svona stöðuleika í þessu. Síðan höfum við verið að koma núna með aðgerðir og fjármagn til þess að efla alla starfsemi í kringum þetta. Við höfum verið með núna, það að fara fjármagn í félagasamtök sem að eru að sinna ýmsu hlutverki sem tengist ofbeldi gegn börnum. Við erum í þéttu samstarfi dómsmálaráðuneytið og félagsmálaráðuneytið í aðgerðum og við erum með á 300 milljónir sem verða að sitja í sértækar aðgerðir hvað þesta snertir. Efling barnahús og svo framvegis, að þegar við vitum að það er hætta við þessar kringumstæður og svona getur gerst, og við vitum að slíkt hefur afleiðingar til mjög langs tíma, ekki bara fyrir þessa einstaklinga, heldur líka fyrir samfélagið í heild, og ég held að þær aðgerðir sem við séum að ráðast í séu að hjálpa til við þetta, eða séu að vinna sporna gegn þessu, en það eru þetta krefjandi við þessar aðstæður vegna þess að þetta er ofboðslega dulið í samfélaginu og ofta erfitt að ná til þessara barna, sko. En þetta er dulið, segirðu, þú sem ráðherra þessa málaflokks og ert að heimsækja þessar stofnanir, tala við fagfólk, ertu að fá inn á þig mikið af sögum og dæmum frá þessu fólki? Já, mér hefur fundist, sko, ég hef lagt mikla áherslu á það í þessum barnamálum að þegar við erum búin að vera í umfangsmikilli endurskoðun sem að núna er að byrja að birtast í frumvörpum og annað, þá hef ég lagt mikla áherslu á það að koma bara dálítið nálagt, farið mitt eins og þú segir alveg onni í grasrótina. Ég hef verið að heimsækja þessar stofnanir sem að vinna með börn og ungmenni. Ég hef heimsækt til dæmis inn í Eyjafirði, stofnun sem Laugaland, sem að gera góða hluti, og þetta hef ég verið að taka einstaklingsviðtöl og fá fólk til mín vegna þess að ég hef viljað kynnast í hvernig þetta er nákvæmlega til þess að geta brugðist við. Og því miður er það svo í íslensku samfélagi að þetta er og verður áfram vandamál. Þetta er bara þetta er eitthvað sem er ofboðslega erfitt að vinna með. Það sem við getum gert er að reyna að fækka þessum tilfellum, opna þessa umræðu, gera þessum börnum kleift að koma fram, eins og til dæmis í gegnum verkefni Barnvæn sveitarfélög sem Akureyri er með, það sem er komið sérstakur tilkynningar þess að börn geta sjálf tilkynnt inn, og síðan þurfum við að efla alla þjónustu í kringum brotaþola í þessu efni sem að eru auðvitað lykilatriði. Þannig ég verð að segja já, þetta hafi verið svona. Þetta vil ég segja, þetta hafi verið erfiðustu sögurnar sem maður hefur heyrt. Það er einmitt í kringum börn og barnaverndarmál og það sem lítur á því. En það er líka það sem að fyllir mann kraft til þess að fylgja þessu málum eftir, vegna þess að ég er svo sannfærður að við getum, jafnvel þó að sé mjög gott að vera barn á Íslandi, og við vorum nú að fá fréttir það að Ísland væri í efsta sæti þegar kemur að réttindum barna, þá getum við gert enn meira, vegna þess að hvert barn sem býr við slíkar aðstæður, að við sem samfélag við eigum að grípa inn í, og það er ekki bara gagnvart því barni og samfélagslega sem við viljum það er engin fjárfesting arðbærar og það er ekkert sem skilar okkur meira inn í framtíðina í áratugi, og bæði eftir minn dag sem ráðherra og þinn dag sem fjölmiðlamanns heldur en það sem við eyðum í börn og að grípa þau áður en að þau leiðast út á braut í lífinu. Og það eru tækin og tólin til þess. Við þurfum bara að breyta svolítið hugsunarhættinum og það er það sem við höfum verið að vinna. En hvaða tólum og tækjum vilt þú sérstaklega beita, hvaða línu viltu fara? Maður sér núna inn í samráðsgáttinni að þú ert að setja af stað frumvörp eftirlitsstofnanir, örugglega 3 ef ég taldi rétt þegar ég var að gera handritið. Er það rétta leiðin að efla allt eftirlit, væri ekki nær að vinna með grasrótinni miklu meira? Sko, frumvarpin sem við erum að setja núna í samráðsgátt er í rauninni afrakstur núna 2 ára vinnu sem við höfum verið að vinna einmitt með grasrótinni. Við höfum kallað til okkar alla úr grasrótinni. Við höfum haldið 300-400 manna vinnufundi þar sem hefur komið fólk allsstaðarlandinu, frjálsfélagasamtök, einstaklingar, stofnanir. Við höfum verið með öll ráðuneytum borð í þessari vinnu. Við höfum verið með fulltrúa allra þingflokka og það hefur verið í rauninni þverpólitísk nefnd sem hefur haldið utan þessa frumvarpsvinnu.
frumvörpin sem þarna eru kynnt í samráðsgátt og ég hef hugsun að leggja fram á næsta haust eru þríþætt. Það annars vegar frumvarp sem lykilfrumvarp samþættingu þjónustu við börn á Íslandi. Það sem við erum að gera að færa börnin inn í miðju alls og kerfið sem að vinnur með þeim, hvort sem það skóli, félagskerfi, heilbrigðisþjónusta, frjáls félagasamtök, að það verða að vinna neðan frá og í kringum barnið, vegna þess að við höfum oft á tíðum séð að heyrt sögur börn sem að lenda inn á milli kerfa og gráu svæði og svoleiðis. Þetta frumvarp hugsað til þess að ná utan þau. Með algjörlega breyttri hugsun og sveitarfélög munu þurfa að ráðast í mikla breytingar á sínu skipulagi, nái þetta fram að ganga, en auðvitað gerist þetta ekki á einu ári, við erum að tala nokkur ára innleiðingatíma. Síðan samhliða þessu erum við að efla þá eftirlitsstofnun sem með velferðarþjónustu í dag. Það eitt frumvarpið, þannig að hún komi að meiri afli inn, gagnvart faglegri þjónustu og svo framvegis. Svo í þriðja stað erum við að efla barnaverndarstofu sem að í dag er heldur utan öll úrræði sem eru notuð í barnavernd og við erum að efla hana og ætlum að láta hana, ætlum að sé hana fyrir mér sem enn öflugri stofnun með ýmis úrræði til þess að þjónusta börn og fjölskyldur. Vegna þess að ég trúi því og nú erum við að láta kostnaðarmeta þessi frumvörp. Þetta gríðarlega, þau eru umfangsmikil og fela í sér kerfisbreytingar ekki bara í félagsþjónustu, líka í menntakerfi hjá sveitarfélögum, lögreglan og dómskerfið kemur að þessu, þannig að heilbrigðiskerfið kemur að þessu og við erum að láta kostnaðarmeta núna þetta frumvarp, hvaða kostnað þetta felur í sér á ári hverju, en við erum líka að fá greiningu á því hverju þetta mun skila til lengri tíma litið fyrir samfélagi, bara í krónum og aurum, ekki gagnvart hinum samfélagslega þætti að við viljum taka utan börn og við viljum að samfélagi grípi þessa einstaklinga og þegar þeir koma að erfiðum gatnamótum í lífinu, en við erum líka að láta meta bara krónurnar og hverju þetta skilar til lengri tíma litið í auknum fjármunum bæði ríkis og sveitarfélaga og þar held ég að svona með fyrstu tölur sem ég hef séð að það mun koma mörgum og óvart hversu miklu þetta skilar fyrir samfélagið. Þannig að þetta svona að öllum öðrum málum slepptum að þá hefur mér fundist þetta að vera það verkefni sem að mér hefur fundist skemmtilegast að vinna vegna þess að ég hef trú á því að þarna getum við breytt samfélaginu mest en ég verður örugglega löngu hættur í pólitík þegar að afurðuna því lítur dagsins ljós sko. En þegar verið að bæta í allt kerfið svona mikið eins og þú nefnir en engu að síður þá nú staðreyndin sú að helstu uppeldisstofnanir eru heimilin sjálf. Og það einmitt hluti af þessu og algjörlega hárrétt og hluti af þessu sko við erum að stigskipta þjónustunni og erum að fara að fókusera miklu meira á svona grunninn sem eru forvarnir, sem eru svona massa aðgerðir, aðstoð við fjölskyldur og fjölskyldur með ýmsum úrræðum. Til að mynda eitt sem við höfum verið að prófa núna og maður sér fyrir sér að þú talar að best séu heimilin sjálf. En það hins vegar svo að við sem foreldrar, við vitum ekkert alltaf hvað best að gera sem foreldrar. Og eitt af því sem við höfum verið að horfa í núna hvar getum við náð í verkfæri til þess að aðstoða fjölskyldur betur. Við höfum verið að prófa núna svona sérstakt skilnaðarverkefni sem úrræði sem við kópjurum að danskri fyrirmynd og hugsað fyrir foreldra sem að skilja. Vegna þess að oft þegar foreldrar skilja þá hugsa þeir ekkert mikið við telja svo oft vera að hugsa hvað barninu fyrir bestu en við vitum það kannski ekki fyrir víst hvað barninu fyrir bestu. Við gerum okkur ekki alltaf grein fyrir því hvað gott að segja við barnið og svo framvegis og þetta verkefni var hugsað til þess að ná til foreldra. Í Danmörku þetta orðið löglegt þannig að allir sem skilja og eiga börn þurfa að fara í gegnum þetta. Við erum að prófa þetta sem valfrjáls núna í nokkrum sveitarfélögum og þarna við einmitt með eina aðgerð sem hugsuð einmitt til þess að styrkja fjölskylduna sjálfa með svona lágþröskulda úrræði til þess að aðstoða svo börnin þannig að það verði ekki vandamál síðan mér. Og ég sé fyrir mér enn meiri flóru af svona lágþröskulda þjónustu til þess að aðstoða börn og fjölskyldur
bara í gegnum ýmsa erfiðleika sem að oft valda því að eru kannski upphafið að vanda sem að vex síðar. Af því að við erum ekki, ég man það þegar ég eignaðist mitt fyrsta barn, maður hugsaði þegar maður fékk hann í fangið og hugsaði maður, heyrðu, þetta verður nú eitthvað flókið, sko. Þú veist, af því við erum ekki fædd til þess að, við erum fædd til þess að eiga börn, en við erum ekki, við lærum, þú lærir að vera fjölmiðlamaður, ég fór í nám og allir fara í nám, en við förum ekki í eitthvað skóla til þess að verða foreldrar og þarna þurfum við miklu meiri þjónustu, við erum að gera vel í ungbarnaeftirliti, en við þurfum miklu meiri þjónustu við fjölskyldur og börn, svona á fyrri stigum, vegna þess að það í sjálfu sér alveg rétt að það það sem skila sér til lengri tíma litið, að það hvernig fjölskyldan sjálf vinnur og hvernig hún opererar og við þurfum, og það þarf ofta aðeins að pota í okkur, sko. Akureyri varð í gær sem sagt fyrsta Íslandið á fyrsta sveitafélagið á landinu til þess að ég hljóta útnefningu UNICEF sem barnvænt samfélag. Áttu von á því að fleiri komi í kjölfarið? Er mikil hreyfing í þessa veru hjá sveitafélagunum? Já, bara segja það að ég þegar ég settist í félagsmálaráðuneytið þá vildi ég leggja mikla áherslu á málefni barna, bæði velferðarþjónustu og svo réttindi barna. Ég fékk heimsókn frá UNICEF sem sögðu mig frá þessu verkefni hérna á Akureyri, sem Akureyri var þá, Akureyrarbær, var þá nýlega byrjaður að vinna eftir og ég hugsaði, heyrðu, ég fer beint norður og heimsækja Akureyri. Síðan hef ég farið hérna nokkrum sinnum og fylgst með innleiðingunum þessu verkefni. Ég hef heillast það mikið að þessu að við fórum í samstarfi UNICEF, félagsmálaráðuneytið, við einmitt að fjölga sveitarfélögum sem að færu í gegnum sama ferli og Akureyri búið að gera. Við gerðum samning sem að felur það í sér að við komum að fjármögnun, það er mikið stoðþjónusta sem þarf til þess að aðstoða sveitarfélögum við að breyta sínum ferlum til þess að verða barnvæn og þetta eru mikla breytingar og við settum verkefni á stað til þess að efla þetta. Við erum að gera ráð fyrir því að á þessu ári þá verði komið 11 ný sveitarfélög inn og hefji vegferðina. Við vorum yfir á Svalbarðsströnd bara líka í gær hérna. 11 ný sveitarfélög sem kom inn á þessu ári. Við erum að gera ráð fyrir að komið 12 ný sveitarfélög inn á næsta ári við að hefja vegferðina við að verða barnvæn. Og þá verðum við á mitt næsta ár, þá verðum 40% barna á Íslandi sem að búa í sveitarfélagi þar sem að verið sé að vinna þar sem verið sé að bæta aðstæður barna til þess að verða barnvænt sveitarfélag. Og draumurinn þetta 3-4 árum liðnum að þá verði öll börn sem búi í barnvænu sveitarfélagi eins og hér á Akureyri. Ásmundur Einar Daðason, þakka þér fyrir spjallið. Takk.